Kylfingar á Suðurnesjum hafa tekið fagnandi nýjum golfhermi í húsnæði bílaútsölunar á Ásbrú. Margeir Vilhjálmsson, golfkennari, þar í framlínunni og býður kylfinga velkomna í nýja og skemmtilega græju þar sem hægt að spila heimsfræga golfvelli eða taka æfingu í flottri aðstöðu golfstúdíó á Ásbrú. Við hittum Margeir og spurðum hann út í þessa nýjung á Suðurnesjum. Þetta bara græja sem að gefur mönnum góðar upplýsingar sveifluna, höggin. Og svo þetta náttúrulega svona bara tölvuleikur. Menn hafa mjög gaman að koma, skemmta sér og spila golf. Nýjustu fréttir þær að það séu 30-40 golfhermar á höfuðborgarsvæðinu. Þetta séu bara mjög vinsæl tæki þessa dagana. Já, þetta það var að opna frábær aðstæða hjá GKG. Fyrir voru golfklúburinn og nú golfsvítan og golffélagið. Og þetta komið víða höfuðborgarsvæðið og mjög vinsælt sem frábært. Aðstæða sem hefur greinilega vantað og svo náttúrulega allir heima. Hvað, það maður 18 hólur eða hvernig svona tæknin í þessu og hvernig praxísin? Koma 4 saman eða allt í boði? Já, þetta í rauninni 2 saman eru svona rétt tæplega 1,5 tíma að spila 18 hólur og 4 saman svona í kringum 3 klukkutíma. Og svo þetta bara skemmtun og menn spila, það hægt að spila náttúrulega punktakeppni, höggleik. Og það hægt að púta eða láta herminn púta fyrir sig, þá velur forritið bara fyrir því hversu mörg pút þú fóst með hvað þú var staddur á flötinni. Þannig að það spilar þetta svona hver eftir sínu nefi og svo náttúrulega eins og hingað bara fólk mikið að koma í 45 mínútur, slá bara eins og eina fötu á æfingasvæði. Við erum að selja boltakort eða tímakort, 5-skiptakort. Þar sem að menn koma þá frekar hingað í 45 mínútur en að slá 100 bolta á æfingasvæði úti. Þannig þetta að stilla herminn bæði að spila eitthvað golfvöll og eins sem æfingasvæði? Já, þú getur verið með bæði velli og æfingasvæði og svo koma menn stundum bara og eins og maður myndi segja hlaupa nokkrar hólur. Það svona spurning hvort við förum að setja hlaupabretti svo menn geti náð þess alveg til fulls. Þetta IMBA-próf, auðvelt fyrir mann að mæta? Það bara kenna mann einu sinni á þetta? Já. Þetta bara þannig, þeir búið að kenna þér einu sinni að þá þetta ekkert mál. Og það sem gaman og gleður okkur mjög mikið að það að koma fólk á öllum aldri. Og eldri kylfingar mjög duglegir að láta sjá sig og það finnst okkur frábært. En þessi hermar í dag orðnir mjög tæknilegir. Hvað getur þú sagt okkur það? Þetta að lesa nákvæmlega hvað maður að gera, hvað maður að gera vitlaust, hvað boltinn flýgur og svo framvegis? Já, þú sér flugið á boltanum. Hraðan á kylfunni, stöðun á kylfunni, boltahraðan, hvaða gráðum hann fer í loftið og svo framvegis. Þannig að fyrir nördana alveg hægt að fara í svona nitty-gritty í þessu en svona fyrir meðalkylfingin þá myndi ég ekki tapa mér í tölunum. Heldur svona að reyna að vinna í grunninum og meta þetta út frá bara lengd og stefnu aðalega. Það mikilvægt fyrir mann að halda sveiflunni í gangi í veturinn og það voru náttúrulega komin æfingasvæði á höfuðborgarsvæðinu úti eins og þú þekkir náttúrulega best Básar og Hraunkot. Þetta búið að vera vinsælla svona núna í kófinu? Já, þetta náttúrulega sko þessa aðstöðu hefur bara svolítið vantað og það sem að kannski sparkar þessu svolítið að stað líka er knattspyrnuhús sem var byggt í Garðabænum og þar að leiðandi fór golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar nýja leið og byggði glæsilega hermaaðstöðu og það hefur svolítið svona kveikt í þessu og það bara gaman. Þetta var komið til Íslands fyrir árið 2090 og eitthvað, voru menn með herma og þeir voru vinsælir. Svo einhvern veginn svona hálfpartinn dó þetta kannski svolítið á þeim tíma sem að Íslendingar fóru að vera duglegri við að fara til Spánar í golf og svona, þá dó svolítið hermamenningin. En hún hefur heldur betur komið aftur, bæði með því að við erum först heima og svo aðstæðan bara orðin miklu flottari. Og ég held að það sé menni í nóg inni, en það þarf að vanda aðstöðuna og gera þetta þannig að fólk vilji koma. Og það svona takast á þeim stöðum sem er búið að opna. Þetta vinsælt og þetta einhvers staðar svona, menn með ekki taka þetta of alvarlega kannski sem golf. Þetta svona þú getur kannski oft á þetta eins og að fara í keilu. Þetta svona keiluhöll golfara. En þetta skemmtilegt. Og kylfingar hafa tekið þessu vel og eru ánægðir með þjónustuna. Þið að opna í Reykjanesbæ við
gamla svo kallað aðalhliðið inn á gamla Keflavíkur flugvöll. Þannig að Suðurnesjamenn ánægðir að vera komnir með nýjustu gerð af Hermi. Já, það bara frábært, þeir hafa tekið mjög vel og við erum rosalega ánægðir með viðbröðin sem við höfum fengið, mjög þakklátir fyrir það og fólki finnst gaman að koma hingað. Þetta svolítið vinsælt, Jóni, þetta Herma golf. Já, allir ekki að geta komið inn á veturnar og leikið sér. Æft sig. Það er þó nokkuð mikið að íþróttamenn úr öðrum greinum séu að koma í golfið eftir að hafa hætt í öðrum greinum. Já, það virðist vera svona, já, menn fara í golfið, það tekur golfið við. Sérstaklega margir úr fótboltanum og körfunni sem hafa farið eftir ferilinn, dæmt sér í golfið. Þetta er svona aðeins hægara og gott að gera þetta á eldri árum. Þannig að sérðu hermanna fyrir notaða yfir sumartíma jafnvel líka þá til æfinga eða kennslu? Já, bæði æfinga og kennslu sérstaklega. Og svo náttúrulega er fínt að koma í þetta líka bara þeir er leiðilegt sumarveður, en svo líka það er mjög gott að kenna í Hermi, finnst mér. Það er svona öðruvísi svolítið afslappaðara andrúmsloft. Og hægt að vinna í svona meiri tækniatriðum með kylfingnum bara honum sjálfum sveiflunni. En fólk sem kemur inn í kennslu finnst það frábært. Og þetta er bara svona, já, og við erum mjög ánægðir með hvernig tekist við til allavega með þetta rými. Við settum mikið pening í að það er púttflöt, alvöru púttflöt og þannig að þú getur komið og æft í rauninni allar hluti golfleiksins.